Góðan dag, heyrist eitthvað í mér? Góðan dag, bæði þið sem heima sitjið, verið velkomin á samkomu í Fíladelfíu og þið sem eruð hér í salnum. Við höfum verið með vormót Fíladelfíu þessa helgi, hófum það á föstudagskvöld, vorum með samkomu hér í gærkvöldi og síðan lokasamveran að renna upp í dag og þið vitið hvernig þetta er. Þetta fer stigvaxandi og yfirleitt ná svona mót hápunkti sínum þegar á þau líður. Þannig að við skulum vera opin fyrir því sem Guð vill gera í kirkju sinni í dag og sem Guð vill gera í þínu lífi í dag. Yfirskrift mótsins heilagleiki Guðs. Gestur mótsins og aðalræðumaður Norðmaðurinn Egil Svartdal og við fáum að heyra í honum á eftir. Hann var forstöðumaður í Fíladelfíu í Oslo árabil en starfar nú á TV2 í Noregi, þar sem hann meðal annars þekktur fyrir kristilega þáttagerð. Og fyrir ykkur sem eruð heima og eruð að hlusta á lindina, það líka hægt að horfa á samkomurnar á filadelfia.is og þið sem eruð hér í salnum og langar til þess að uppbyggja ykkur sjálf eftir samkomuna í dag eða bara næstu daga, farið inn á filadelfia.is og horfiði á gamlar samkomur. Það uppbyggjandi og gott að horfa á gamlar samkomur. En eftir samkomuna í dag verður kaffi hér niðri á neðri hæðinni, svo ég minni ykkur á að staldra við, þó svo að útsendingunni ljúki og samkomunni ljúki. En ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur, við ætlum að lofa Guð af öllu hjarta og nú tekur lofgjörðarhópurinn við.
Amen. Þetta svona yfirlýsingin í þessa stund í dag. Jesús, hann getur frelsað, hann getur mætt sér hverju þörf. Velkomin á samkomu í Fíladelfíu og þið mæður, til hamingju með daginn. Það við höfum öll tengsl við móður, það nokkuð ljóst. Og þetta yndislegt að mega fagna og gleðjast yfir því. Og mér langar til þess að þið bjóðið nokkra velkomna. Þið biðjum bara blessunar drottins. Drottin blessi þig. Við svona 2-3 sem í kringum ykkur standa. Við ætlum að losa veggina sem eru á milli okkar. Og þetta stund fyrir fjölskyldu drottins að koma saman. Kirkjan að fagna og gleðjast á fyrsta degi vikunar. Og við höfum ríka ástæðu til þess að gleðjast. Og svo höldum við áfram að lofa drottin og takið þátt með. Við ætlum ekki að syngja fyrir ykkur, við ætlum að syngja með ykkur. Miskunn þín fann mig. Miskunn þín fann mig, nú faðma mig ná. Faðir ég vil að þitt líf sér þér há. Enginn jafnast á við þig. Fullkomin ertu, þér friður líf. Fullvissu gefur, þér trúmennska því. Ást þín leiðir mig lífsins á veg. Ég hef augun upp til þín sem skapað hefur allt og í lotning lít ég þér til þín ljóma. Líf mitt lofi einan þig, lausnari, songur segir. Miskunn þín fann mig, nú faðmar mig ná. Faðir ég vil að mitt líf sé þér á. Enginn jafnast á við þig. Fullkomin ertu, þín friður líf. Fullvissu gefur, mér trúmennska því. Ást þín leiðir mig lífsins á veg. Ég hef augun upp til þín sem skapað hefur allt og í lotning lít ég þér til þín ljóma. Líf
öll með. Halleluja, Jesus. Kjarninn í boðskapnum í gær, hann gekk út af það að þetta snerist Guð en ekki bara okkur. Og mér langar til þess að við syngjum bara þetta litla orð. Fyrir ykkur sem að eru ný hérna, þið getið sungið þetta með okkur. Fyrir ykkur sem að komi hérna reglulega, þið vitið alveg hvað þetta orð þýðir. Samkoman í dag, hún snýst það sem að Guð að gera. Hún snýst Guð. Og það sem snýst Guð, það snýr af okkur í gegnum Guð. Guð veit hvar við erum stödd og hvers við þörfnumst og við þurfum sannarlega öll á Guði að halda. Svo mér langar til þess að við lyftum bara lofgjörun upp í þessu einfalda orði, halleluja, og syngjum þetta allir saman. Amen. Amen. Hann Helgi ætlar að koma upp og lesa fyrir okkur orð og leiða okkur í bæn. Því mér mjög gjarnan standa á meðan orðið er lesið. Amen. Og við erum búin að syngja Jesú. Við langar að lesa orð sem að Jesú segir í Lúkasar Guðspjalli. Og þetta er í 5. kafla og hann er nýbúinn að lækna lamaðan mann og svo fer Jesús og hann situr hjá manni sem hafði slæmt orðspor, hann tollheimtur maður og farisearnir hneykslast af þessu. Og Jesús svaraði þeim: ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta til afturhvarfs, heldur syndara. Og það er þannig að það er erfitt að fylla glas, að hella einhverju glas sem er þegar fullt. Það er erfitt að hjálpa þeim sem vill ekki hjálp og það er erfitt að koma til þeirra sem hafa allt og þurfa ekkert. Og þannig þurfum við að geta komið til Guðs með tómar hendur, tilbúin að leyfa honum að mæta, tilbúin að sleppa því sem er fyrir svo hann geti sett eitthvað annað í staðinn. Amen. Og það eru mörg bænarefni sem hafa verið lögð fram, fólk sem margir með sjúkdóma, nokkrir sem við höfum verið að biðja fyrir undanfari sem eru að berjast við krabbamein. Jesús er læknirinn. Jesús er sá sem hefur öll svör og alla lausn í hendi sér. En við skulum samanist í bæn og þetta er ekki ég að biðja og allir að hlusta, við biðjum saman. Það er kraftur í því þegar við biðjum í einingu. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að fáum að koma saman í Jesú nafni og við fáum að koma fram fyrir hásæti þitt. Drottinn minn, þakka þér fyrir nærveru þína hér í dag. Þakka þér Jesús að þú ert hér í dag til að mæta, þú ert hér til að leysa, þú ert hér til að frelsa, þú ert hér til að lækna, Drottinn minn. Og Faðir minn, við lyftum upp öllum bænaröfnunum sem lögð hafa verið fram. Drottinn, ég bið fyrir þessum einstaklingum sem að berjast í krabbamein, Drottinn minn. Faðir, þú þekkir einn og sérhvern, Drottinn minn, og ég þakka þér fyrir það, Jesús, að þú ert ennþá höfðingi lífsins. Ég þakka þér, Jesús, að þú ert ennþá sá sem gengur og gerir gott og græðir, Drottinn. Þú ert ennþá sá sem læknar.
Og nú byggjum við Faðir í Jesú nafni að þú vitjir þessara einstaklinga Drottinn minn, að þú leggir þína læknandi hönd á lífið þeirra Drottinn og þú gerir þá alheila í Jesú nafni Drottinn minn. Og ég þakka þér fyrir það Faðir minn og þú kallar okkur til þess að biðja borgin okkar heilla Drottinn og Faðir nú biðjum við fyrir þessum sveitafélagi og öðrum sveitafélögum þar sem að kosningar eru framundan. Drottinn minn, megi þín velvild verið við landin okkar Drottinn. Faðir, megi þeir sem að hag allra hafa fyrir brjósti komast til valda Drottinn og megi niðurstöðunar vera þjóðinni til heilla Drottinn, þjóðinni til blessunar og þjóðinni til framgangs. Blessaðu þá sem fara með völdin, blessaðu þá sem bera ábyrgð, gefðu þeim visku og gefðu þeim náð Drottinn minn. Vendaðu landið okkar Drottinn frá hamförum og slysum Drottinn í Jesú nafni. Og svo biðjum við þig Drottinn, viltu blessa kirkju þín á Íslandi. Alls þar þar sem Jesú nafn er boðað, megi vera framgangur, megi vera blessun og megi koma vakning í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Amen. Gjörðu þessu vel að fá okkur sæti. Við ætlum að taka fórn til starfsins og til þessar helgar líka. Við hafa tekið fórn hér í gærkvöldi vegna þessa sumarmótsins og það eru forréttindi að fá að vera með. Ég sagði við hópinn hérna áður við gengum við, það eru forréttindi að fá að þjóna. Það eru forréttindi að fá að koma í kirkju og fá að lofa vegsama Guð og hafa bara þetta tækifæri til þess að vera það sem að Guð hefur kallað okkur til. Svo það eru forréttindi að fá að gefa líka vegna þess að við gefum og hér á Íslandi þá gefum við að nektum. Og þær nektir hafa að gera með allt það góða sem að Guð hefur gefið okkur hér á þessu landi. Svo við gerum þetta til þess að blessa Guðsríkið og erum þakklátt öllum sem að taka þátt og eru með. Við ætlum að syngja lag eða sálm sem að við kynntum svona upp á nýtt í haust eftir að Guy Penrod var hérna með tónleika á Kotmóti og það viðlagið segir svona: Tel þú saman takkuð stór og mörg, tel þau þú sérð á vegi björg, teldu margoft, teldu stórt og smátt, trú þín vex, þú sérð hver stóran Guð þú átt. Amen. Byrja að telja. Þú ráðlaus geldur rekst lífsins sal, hræðist að fari þá og þá í kaf. Tel þá náðarverkus, tel þau satt og rétt, trú þín mun þá undrast hvað þau standa þér. Tel þau saman táknuð stór og mörg, sér hver stóran Guð þú átt. Sorgin eftir nísti svellir hugurinn, sýnist allt og þungur vera krossinn þinn. Tel þá náðarverkus, tel þau daginn þann, trú þín innan skamms á lofa frelsa. Share
Það komið að barnablessun og vörður ætlar að stýra því. Eitt fyrir ekki, ég ætla ekki að skipta mér að, ég ekki að stjórna í dag, en fyrir 23 árum síðan þá kom maður til mín og vildi falast eftir mínum starfskröftum. Það næstu helmingurinn á ævi minni, spáði það, ég er 46. Sá aðli, hann er búinn að standa með mér síðan þá, syngur hér með okkur á pallinum og stjórnar samkomunum. Hafliði Kristinsson, hann á afmæli í dag. Svo við syngjum afmælisönginn. Hugsið ykkur, hann var 35 ára þegar hann talaði við mig, hann var unglingur. Ég var 20 og eitthvað bara, jæja. Stöndum upp og syngjum afmælisönginn kröftulega til Hafliða. Hann á afmæli í dag. Halleluja. Gjör svo vel vinnir og fá okkur sæti. Við ætlum að bjóða þessa yndislegu fjölskyldu sem við ætlum að blessa barnið þeirra í dag. Helgi og Kristín. Og amen. Yndisleg lítil stelpa. Og það segir einmitt í Markúsar Guðspjalli, 10. kapítulanum og þar frá versi 13, menn færðu börn til hans, að hann snerti þau. En lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma, og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Þetta er svo yndislegt með að lesa þetta aftur og minna sig á að börnin þau tilheyra Guðs ríki. Og Jesús ítrekar og sem sagt leggur áherslu á það, nema þér verðið eins og börnin komist ekki inn í Guðs ríkið. Þannig við verðum að verða eins og börnin. Og hvernig verðum við eins og börnin? Jú, hrein og heilög. Yfirskrift mótsins er heilagleiki Guðs. Heilagleiki Guðs. Og við erum búin að heyra svo frábærar predikanir bæði á föstudag frá honum Helga, í gærkvöldi frá Egil, heilagleika Guðs. Og nema þér verði eins og börnin komist ekki inn í Guðs ríkið. Þau eru heilög, þau eru hrein, þau eru lýtalaus, þau eru fullkomin. Amen. Kristín, ertu ekki sammála því? Já. Þau eru bara sammála því. Og ég veit að ömmunar hær eru það alveg pottþétt. Og þess vegna hvetur Jesús okkur öll til þess að taka á móti Jesú, leyfa honum að koma inn í okkar líf, umbreytast og verða hrein og verða heilög. Amen. Hún Ester ætlar að segja nokkur orð. Mér langar að óska ykkur til hamingju með þessa litlu yndislegu stelpu. Hún er alveg fullkomin. Og bróður hennar líka. Hann er svo flottur. Ég óska ykkur til hamingju. Það er yndislegt og mega blessa börnin. Þau tilheyra himnaríki. Börnin tilheyra Guðs ríki. Og mér finnst svo stórkostlegt að hugsa til þess þegar hún var enn í móðurkviði. Það hafði Guð sína áætlun tilbúin með þessa litlu stúlku. Hann var búinn að móta lífið hennar þar sem hann óskaði eftir að hún myndi fara rétta leiðina. Og nú skulum við biðja að Guðs vilji kemur alltaf fram í lífið hennar. Að hún mun alltaf fylgja Jesú og alltaf vera barnið hans. Og við munum líka biðja fyrir foreldrarnir að Guð gefur þeim visku og náð til að ala þessi 2 yndislegu börn sín upp í trúna á Jesú, að þau verður lærisveina Jesú. Innilega til hamingju. Gjör svo vel
Til hamingju með litlu systir þína. Það fór að taka hana í. Halleluja. Viltu segja, Helgi minn, hvað hún? Guðfinna Kristný Helgadóttir, að sjálfsögðu. Guðfinna Kristín. Amen. Við skulum rísa á fætur og svo skulum við blessa hana Guðfinnu Kristínu. Amen. Halleluja. Amen. Faðir, þakkaði fyrir drottin að við megum blessa hana Guðfinnu Kristínu. Þakkaði fyrir þessa yndislegu litlu stúlku drottin sem að sköpuð í þinni mynd. Sem að drottin þín eign drottin. Og takk fyrir Jesús að þú hefur gefið foreldrunum hennar drottin heilbrigð og velskapaða og fallega stelpu drottin. Og ég bið að varðveita hana frá öllu illu. Varðveita hana frá slysum hættum. Varðveita hana frá allri myndins illa drottin. Þegar hún kemur til vits og ára drottin og hún megi hafa vita á að velja hið góða og hafna hinu illa. Og ég bið drottin mönnum að gefa henni ná drottin til þess að leiða aðra til þín. Vera ljós drottin fyrir þig í þessum myrka heimi og drottin vera blessun fyrir bæði foreldra og fyrir fjölskylduna og fyrir alla sem að hún umgengst. Þakka þér fyrir að drottin minn í Jesú nafni. Amen. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu auglit yfir þig og gefi þér frið í Jesú nafni. Amen. Amen. Veit maður næstu veit hvað að halda á henni. Halleluja. Var mátan aðeins. Til hamingju. Til hamingju, Kristín mín. Og til hamingju, afi og amma í báðar ættir. Til hamingju með nöfnuna. Amen. Það fá hana rakið, þið með hóku sæti gjör svo vel. Börnin eru það bil að fara niður, en áður en þau fara niður og í tilefni dagsins þá er Rakel Lúðvíks að koma hérna upp og segja ykkur frá svolitlu samstarfsverkefni á milli Barnakirkjunnar og tæknideildarinnar. Gjör svo vel. Í barnastarfinu, við erum teymi sem förum fyrir barnastarfinu og við erum búin að vera að vinna svona smá verkefni hérna með tæknideildinni, ljósbrot. Fengum sérst hugmynd í vetur að sýna ykkur mömmum hvernig börnin hugsa til ykkar. Og það svo dásalegt að sjá hvernig börnin ykkar eru. Þau eru yndisleg öll sem eitt. Og nú fáum við að sjá ávöxtin af samstarfi hérna á milli deilda. Gjörðu svo vel. Komið blessuð og sæl og til hamingju með daginn allar mæður. Í dag mæðradagurinn. Komið blessuð og sæl og til hamingju með daginn allar mæður. Í dag mæðradagurinn og þess vegna ákveðum við að kíkja niður í barnastarfið og heyra hvað nokkrir krakkar hafa að segja mömmu sína. Hvað best við hana mömmu? Mamma jú alltaf besta mamma í heim, það ekki? Hérna kemur það sem börnin sögðu. Gjörið þið svo vel. Hvað að vera mamma? Það að vera móðir, barna, æja barn og sýna réttu leiðina í framtíðina og hvað rétt að gera
og bara reyna að vera eins góð við barnið hægt er. Að vera mamma til þess að take care of, sjá barnið. Ég held það mest. Já, það er mjög flott hjá þér. Hvað finnst þér vera svona best við mömmu þína? Best við mömmu mína? Hún bara svo rosalega skemmtileg og fyndin. Ég elska mömmu mína. Já. Hvað finnst þér vera svona best við mömmu? Bara allt. Eins og hvað? Bara þegar hún með upp og svona. Ef að þú mættir segja eitthvað svona fallegt mömmu, snúna. Ef það ert bara þið fáið að tala saman, það enginn að trufla, þið langar að segja eitthvað fallegt, hvað myndir segja mömmu? Ég elska hana. Hvað það sem gerir mömmu svona frábæra? Hún er svo góð við mig og þykir alltaf vænt mig og alltaf hugsa mig og alltaf bara passa upp á mig, alltaf hringi mig og segja hvað ertu að gera og bara alltaf svona eitthvað. Ég þykir svo vænt mömmu mína, hún er alltaf að hugsa mig og stundum getum við fara að rífast eða eitthvað svoleiðis. En svo eða við rífum stundum eitthvað, þá beyðjum við alltaf og reynum að leysa þetta og mér finnst það svo skemmtilegt. Og ég er svo ánægð að eiga mömmu mína. Ég elska hana rosa mikið. Það ekki? Já. Eru þið rosa góða vinkonur? Já, bestu vinkonur. Vel gert. Hvað myndirðu segja? Ég myndi bara segja að ég elska það best og... Já. Vel gert. Og þið þykir rosa vænt mömmu? Já. Er hún besti vinnin? Já, líka pabbi. Ég elska þig, baby! Þú ert svo fyndin. Snillingur. Mamma er besta mamma í öllum heiminum, í mömmu heiminum. Þú ert best og þú ert æðislegust. Þú ert best í heiminum. Hún fer með mér stundum til útlanda og gefur mér fullt af pekkum á jólunum. Mamma mín er góð og hún er líka gott þegar hún knúsar mig. Ég elska mömmu og hún er skemmtileg og góð. Ég elska mömmu og hún er best og hún er góð. Hún er skemmtileg og mikil ást. Mikil ást. Og já, bara hamingjan. Er mamma hamingjan? Hún er frábær og maður getur alltaf að tala með henni allt og við getum treyst henni og hún er líka góð vinur þó hún sé mamma mín og bara besta mamma mín heimi. Ok, hvað myndirðu vilja segja við mömmu þína? Mamma, ég elska þig. Mamma, ég elska þig. Mamma, ég elska þig. Ég elska hana. Ég segi bara ég elska þig. Já. Er mamma best? Já. Já. Er þið góðir vinnir? Já. Já. Bara allir mikið saman? Já. Já. Það hún er yndisleg. Og hvað er best við mömmu? Þegar hún er að elda. Mér finnst mamma best. Mamma, ég elska þig. Knúsa hana, mér finnst vænt hana. Já. Það er falleg. Hún er besta mamma í heiminum. Mamma, mér finnst hún falleg, skemmtileg. Það er skemmtileg. Þú ert falleg og þú ert besta mamma í heimi. Mamma, ég elska þig. Hún er góð við mig. Er jákvæð, hún er skemmtileg, segir fyndna hluti. Hún bakar vel, það er allt sem hún bakar. Ég elska þig og ég elska þú ert best.
Mamma, ég elska þig. Ég elska þig. Mamma, ég elska þig rosa mikið og þykir rosa vænt mig og þú ert besta mamma í heimi. Mamma, þú ert yndisleg. Ég elska þig. Mamma, mér finnst vænt þig. Mamma finnst það góð. Hún er best og hún er mjög skemmtileg og ég elska hana. Ég elska þig og takk fyrir allt. Til hamingju með daginn. Frábært og við þökkum öllum þeim sem að stóða þessu. Nú skulum við standa á fætur og leyfa börnunum að ganga út úr sætunum og þau fara niður í barnakirkjuna. Og þannig að Egil kemur upp ætlum við að syngja 1 eða 2 lög. Lofa Drottinn saman. Jesús, mikil er ást þín.
af þessum nýju lögum sem við viljum að verði hluti af lofgjörðin okkar til Drottins, að fjallar náð Guðs sem að nægir okkur. Og náð Guðs ný á hverjum degi. Náð þín nægir, náð þín nægir, fyrir blóði frelsi á ég. Allt var það náð þú unnir mér. Allt var það náð, Guðs undra náð. Náð þín nægir, náð þín nægir, fyrir blóði frelsi á ég. Allt var það náð þú unnir mér. Allt var það náð, Guðs undra náð. Þín guðdómlega gæska, mitt hellu bjargið hæsta, í skjóli æ hvíla má. Í gegnum þrautir allar, loks þegar degi hallar, bjargföstu vonina á. Nei, aldrei eilíf munu bregðast, orgust björtu fyrir heim. Náð þín nægir, náð þín nægir, fyrir blóði frelsi á ég. Allt var það náð þú unnir mér. Allt var það náð, Guðs undra náð. Vestur á þinn fljóta, við raunir niður grjóta, við hjarta þitt undir mér. Sem eilíf himinhvolfin, hjálpráð þitt minn Drottinn, lífskraftin frá þér ég dreg. Nei, aldrei eilíf munu bregðast, orgust björtu fyrir heim. Náð þín nægir, náð þín nægir, fyrir blóði frelsi á ég. Allt var það náð þú unnir mér. Allt var það náð, Guðs undra náð. Landsins við breiða líf, heilust í náðar sól þín. Landsins við breiða líf, heilust í náðar sól þín. Landsins við breiða líf, heilust í náðar
så velger jeg. Friður Guðs. Det fantastisk flott å være her sammen med dere. Það stórkostlegt að fá að vera með ykkur. Og jeg trodde at Vördur og jeg var gode venner. Ég hélt að við Vörður værum góðir vinir. Men han har holdt hemmelig for meg at han har sagt opp her. En hann hefur haldið því leyndu fyrir mér að hann hafi sagt upp hérna. Han sa det i går. Hann sagði mér þetta í gær. Og det betyr at dette siste mulighet for meg til å besøke Philadelphia mens du forstander. Þannig að þetta síðasta tækifæri mitt til að heimsækja Philadelphia meðan hann forstöðumaður. Det avskjed for dere første pinsedag. Og kveðju samkoman verður á hvítasunnudag. Og mange vil takke dere. Og margir munu vilja þakka ykkur. Jeg vil også si tusen takk. Og ég vil líka þakka ykkur. Vi har møttes noen ganger, eller mange ganger over noen år. Við höfum hist oft nokkur ára skeið. I Danmark, i Sverige, i Norge. Danmarku, Svíþjóð, Noregi. Og her på Island. Og hér á Íslandi. Og det har alltid vært godt å møte dere. Og það hefur alltaf verið gott að hitta þig. Dere har vært veldig gode representanter for Philadelphia, Reykjavik og for islandsk pinsebevegelse. Det har verið góðir fulltrúar Philadelphia í Reykjavík og íslensku hvítasunnu hreyfingarinnar. Inn i Norden. Eða á Norðurlöndum. Og gjennom dere har vi blitt kjent med pinsebevegelsen på Island. Og í gegnum ykkur höfum við fengið að kynnast hvítasunnu hreyfinguna á Íslandi. Guð bless ykkur. Og i denne sorgen og litt sånn tapet så det jo en fantastisk glede at Helgi og familien tar tak. Og í þessari sorg og kannski svo litlu missi að þá það á sama tíma gleðilegt að Helgi og hans fjölskylda eru að stíga inn. Han jo veldig ung. Hann ungur. Men han vokser da, sa vi. En hann mun vaksa. Ja, hann veks upp úr því. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Gud velsigne deg, Helgi. Gud blessi deg, Helgi. Tema for helgen Guds hellighet. Heilagleiki Guðs yfirskrift helgarinnar. Og jeg har tenkt til å si litt i dag om det å være fri og villig. Og ég hugsa mér að tala það í dag að vera fús og frjáls. Frjáls og fús. Frels og fos. Der frels og fos. På norsk frivillig ett ord bestående av to. Að vera sjálfboða liði eða hvað sem frivillig, að gera eitthvað að frjálsum vilja. Það eitt orð. Det betyr at som frivillig man fri og villig. Að þegar maður gerir eitthvað af frjálsum vilja þá maður frjáls og fús. Og alt i Guds rike basert på frivillighet. Og allt í Guðs ríki jo byggt á þessu að vera frjáls og fús. Ikke på tvang. Ekki á þvingun eða ikke på krav. Eða kröfum. Men frivillighet i kjærlighet. Heldur að vera frjáls í kærleika. Det frivillige gaver. Þetta sjálfboða gjafir, maður gefur þær fúslega. Og det frivillige tjenester. Og frjáls þjónusta. Fordi Guds rike vegna þess að Guðs ríki bygges av frivillige mennesker. Byggist á fúsum og frjálsu fólki. Noen ganger så spør man en forsamling, finnes det noen frivillige her? Stundum spurt sånn i söfnuðunum, einhverjir sjálfboðaliðar hér? Da vet jo en forsamling at noen trenger hjelp. Og þá veistu að það einhver sem þarf að hjálpa að halda. Og da det 1 og 2 og 3 og 4 som løfter en hånd i været. Og þá það 1, 2, 3, 4 som lyfter upp hönd. Og vi tror at det 4 frivillige blant 100.
Og þá höldum við að það séu 4 sjálfboðaliðar eða fúsir meðal 100. Men i Guds rike det 100 frivillige. En í Guðs ríki eru það 100 sjálfboðaliðar. Det noen frivillige her? Einhverjir sjálfboðaliðar hér eða frjálsir og fúsir? Det 3 kategorier mennesker. Það eru 3 hópar til af fólki. Det de uvillige. Það eru þeir sem eru ekki fúsir. Det de motvillige. Þeir sem eru í mótþróa eða vinna gegn. Og det de frivillige. Og þeir sem eru fúsir. Og jeg håper og ber om. Og ég vona og bið. At du går herfra i dag. Að þú farir hérna í dag. Og tenker om deg selv. Og lítir á sjálfan þig. Jeg frivillig. Ég fús og Jeg frjáls. fri og villig. Ég frjáls det noen frivillige og fús. her? Einhverjir sjálfboðaliðar, einhverjir sem eru fúsir og frjálsir hér? Litt bedre. Takk skal dere ha. Jeg har 3 ord. Það eru 3 orð som viktig i dag i det jeg forkynner. sem eru mikilvæg i predikunum min i dag. Det første frihet. Frelse það fyrsta. Og det andre forbehold. Fyrirvari eða fyrirvarar. Og det tredje forpliktelse. Og það þriðja skuldbinding. Og jeg trenger hjelp av dere Og ég þarnast ykkar hjálpar til å finne ut om Paulus var frivillig eller om han gjorde det han gjorde av tvang. og til þess að finna út úr því hvort Páll var fús og frjáls eða hvort hann gerði þetta af nauðung. Vi leser sammen, og du kan lese, Fanny, hva? Við lesum þetta vers saman úr 1. Korinthubréfi 9. kapla, 16. og 17. vers. Þótt ég sé að boða fagnaðarerindið, þá gefur það mér enga ástæðu til að miklast af því. Ég knúin til þess. Vei mér ef ég boða það ekki. Geri ég þetta af frjálsum vilja, ber mér að fá laun, en finni ég mig til þess knúin, hefur Guð falið mér ráðsmennsku. Jeg ba om hjelp. Ég bað hjálp. Gjør Paulus det han gjør av tvang, eller gjør han det frivillig? Vinnur Páll verk sitt af nauðung eða hann fús og frjáls? Hvem av dere mener han gjør det av tvang? Hånda i været. Hversu margir halda það sé af nauðung? Hvem av dere mener han gjør det frivillig? Hverjir telja hann gerir það frjáls og fús? Dette et menighetsmøte. Þetta samkoma. Jeg har 3 spørsmål til dere. Það eru 3 spurningar sem ég með. Kan man være bundet av kjærlighet? Getur maður verið bundin af kærleika? Det noe som heter frivillig tvang? Eitthvað til sem heitir frjáls nauðung? Kan man være slave av sin frihet? Getur maður verið þræll frelsis síns? Det altså det jeg spør om. Kan man være bundet av kjærlighet? Getur maður verið bundin, bundin af kærleika? Det noe som heter frivillig tvang? Eitthvað til sem heitir frjáls nauðung? Kan man være slave av sin frihet? Getur maður verið þræll frelsisins? Og det første, det frihet. Það fyrsta frelsi. Det fantastiske jo at alt i evangelisk menighetsliv og kristenliv basert på frihet. Það stórkostlega að allt í evangelísku safnaðarstarfi byggist á frelsi. Det betyr at du må ikke gi penger. Þú þarft ekki að gefa fé. Du må ikke gå på gudstjeneste. Þú þarft ekki að mæta til guðþjónustu. Du må ikke lese Bibelen. Og þú þarft ekki að lesa Biblíuna. Takk for at ingen sier halleluja. Takk fyrir það að segja ekki halleluja við þessu. Du må ingenting. Þú þarft ekki að gera neitt. For alt basert på at Jesus har gjort alt for deg. Vegna þess að þetta byggir allt á því að Jesus hefur gert allt fyrir þig. Den totale friheten at alt gjort. Hið fullkomna frelsi að allt fullkomnað. Og du må ingenting. Og þú þarft ekki að gera neitt. Bibelen sier. Biblían segir. Til frihet har Kristus frigjort oss. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki aftur leggja á yður ánauðar ok. Denne totale friheten ikke bare noe som berører vårt åndelige liv.
Þetta fullkomna frelsi ekki aðeins eitthvað sem snertir andlega lífið okkar. Men den har preget vårt menneskesyn. Heldur hefur áhrif á sýn okkar og annað fólk. Og det har preget vårt verdensbilde. Og bara heimsmynd okkar. Det betyr at jeg I dag taler til noen av verdens mest frie mennesker. Þetta þýðir að ég tala í dag til hóps af frjálsustu manna eða fólks í heimi. For du vet, Norge og Island, vi har ikke pyntet vårt flagg med et kors. Vegna þess að Ísland og Noregur, við höfum ekki bara pyntað fánan okkar með krossi. Vi har bygget vårt flagg rundt korset. Heldur höfum við byggt fána okkar umhverfis krossin. Alt bygget rundt tenkningen om at korset vårt frihetssymbol. Allt byggt umhverfis þá hugmynd að krossin frelsistákn okkar. Vi noen av verdens mest frie mennesker. Við erum með frjálsustu þjóðum í heimi. Vi har ytringsfrihet. Við höfum tjáningafrelsi. Tar det som en selvfølge. Við tökum það sem sjálfsagðan hlut. Vi har religionsfrihet. Og trúfrelsi. Tar det som en selvfølge. Og það finnst okkur einnig sjálfsagt. Vi har politisk frihet. Það politískt frelsi. For oss det en selvfølge. Og okkur finnst það sjálfsagt. Vi har social frihet. Það félagslegt frelsi eða félagafrelsi. Vi kan gifte oss med hvem vi vil. Vi getum gifst þeim sem við viljum. Hvis den andre vil. Ef hinn vill það þar að segja. Så vi frie mennesker. Þannig að við erum frjálst fólk. Og mange av oss tar denne friheten som en selvfølge. Og mörg okkar lítum á þetta sem sjálfsagðan hlut. Jeg snart 60 år. Jeg var brátt 60 år. Og I mine 60 år en av våre største dager at Norge slo Brasil I fotball. Og á þessu 60 ára lífi mínu að þá einn hápunkturinn og stærsti dagurinn sá þegar Noregur vann Brasilíu í fótbolta. Men neste år det 70 år siden krigen. En á næsta ári eru 70 ár frá stríðslokum. 9. mai var frihetsdagen. 9. mai var frelsisdagur í Noregi. Da hadde Norge vært okkupert av fiender I 5 år. Þá hafði Noregur verið hernuminn af óvinninum í 5 ár. Jeg kan fortelle mine barnebarn om hva jeg følte når Norge slo Brasil I fotball. Ég get sagt barnabörnunum mínum hvernig mér leið þegar að Noregur sigraði Brasilíu í knattspyrnu. Men mor kan fortelle meg hvordan hun opplevde frihetsdagen. En mamma mín getur sagt mér hvernig hún upplifði þennan frelsisdag. Hvor hun var. Hvar hún var. Hva hun følte. Hvernig henni leið. Hvordan hun reagerte. Og hvernig hún brást við. Hva hun gjorde. Hvað hún gerði. Da hun hørte at okkupasjonen over. Þegar hún heyrði að hernáminu var lokið. Vi et fritt folk. Við erum frjálst þjóð. Vi et fritt land. Við erum frjálst land. 2 dager etter var den symbolske overtagelsen av Akershus festning I Oslo. Og 2 dögum síðar var svona táknræn yfirtaka á þessu frelsi. De tyske offiserene der med sine ordner. Og þar voru þýsku herforingjarnir með sína búninga og búnað. Men de har ingen makt. En þeir höfðu ekkert vald. De møter representanten fra motstandsbevegelsen. Þeir hittu fulltrúa andspyrnuhreyfingarinnar. De ble provosert over at han ikke hadde uniform. Og þeir At han ikke hadde uniform. Þeir móðguðust af því að hann var ekki í búningi. Ja, men han representerte der og da 10 000 unge mennesker som hadde gitt livet sitt for denne friheten. En á þessari stundu var hann fulltrúi 10.000 ungmenna sem höfðu gefið líf sitt fyrir frelsið. Han var leder for motstandsbevegelsen. Hann var leiðtogi andspyrnuhreyfingarinnar. De fleste var gutter. Flestir voru drengir. De fleste var 20 år. Og flestir voru 20. De ga sitt liv. Og þeir gáfu líf sitt. For den friheten som jeg tar som en selvfølge. Fyrir það frelsi sem ég tek sem sjálfsagðan hlut. Det som har vært gratis og fritt for meg. Það sem hefur verið ókeypis og ég hef fengið gefins. Har kostet noen andre alt. Hefur kostað aðra allt. Den dagen da Norge ble et fritt land. Og þennan dag var Noregur frjálst land. Stengte de butikkene på grunn av glede. Verslanir voru lokaðar vegna gleði. Flaggene var utsolgt på grunn av at alle skulle feire. Og fánarnir seldust upp, allir ætlaðu að fagna. Så selv fabrikken kunne ikke produsere norske flagg. Og það var ekki einu sinni hægt að búa til fleiri fána í versmiðunum. Hvis man har vært okkupert. Hafi maður verið hernuminn. Vet man hva frihet
þá skilum maður hvað frelsi merkir. Men hvis man bare har vært fri, En hafa maður alltaf verið frjáls, kan man bli slave av sin egen frihet. getur maður orðið þræll eigin frelsis. 70 år, 70 ár, det 2 generasjoner. það eru 2 kynnslóðir. Vi markerer fortsatt at vi frie, men vi blitt slaver av vår frihet. Við erum vissulega enn frjáls, en við höfum orðið þrælar þessa frelsis. Hva står det på butikkene nå? Ég fer út í stutta ferð eða skreppa aðeins út og ég kem aftur eftir 3 vikur. 3 uker en snartur. Þetta bara stutt ferð, skreppitúr. Det fint at de sier fra. For noen av oss tror at en snartur 3 minutter. Það gott að þið segja þetta þarna vegna þess að sum okkar myndu halda að skreppitúr væri bara svona 3 mínútur. Vi ville tenkt de på toalettet. Við myndum halda þau við skroppið á salernið. Vi ville tenkt de ute i gården og røyker. Eða úti að reykja. Men de borte i 3 uker. En það eru 3 vikur sem þau fara. Og tror det en snartur. Og þau halda að það sé svona skreppitúr. Det jo fantastisk. Vi verdens mest frie mennesker. Við erum frjálsasta fólk í heimi. Ballholm Auto. Ballholm Auto fyrirtækið. De har hatt faste tider. Þau voru með fasta opnunatíma. Men det veldig krevende. En það mjög krefjandi. Så nå melder Ballholm Auto, vi åpner når vi kommer. Þannig að núna bara skráðu þarna á dyrnar, við opnum þegar við komum og við lokum þegar við förum. Og vi stenger når vi går. Já. Det Ballholm Auto. Það bara þannig. Det mennesker som blitt slaver av sin egen frihet. Frihet en raritet. Þetta fólk sem orðið þrælar eigin frelsis. Hun som eier denne butikken. Og svo sem á þessa verslun. Hun ber om at de som kommer for sent på jobb holder til høyre. Og þessi sem á þetta fyrirtæki, hún segir, biður starfsmenn sem koma of seint til vinnu að þeir bíði til hægri. Sånn at de ikke kolliderer med de som går for tidlig hjem. Svo þeir rekist ekki á þá sem að fara of snemma heim. Frihet. Frelsi. Blitt en raritet. Orðið sjaldgæft. Vi blitt slaver av vår egen frihet. Við höfum orðið þrælar eigin frelsis. Hva sier Bibelen? Og hvað segir ritningin? Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Allt mér leifilegt, en ekki allt gagnlegt. Allt mér leifilegt, en ég má ekki láta neitt fá vald yfir mér. En frihet som ikke forvaltes i kjærlighet. Frelsi sem ekki meðhöndlað í kærleika. Bare en annen form for slaveri. Bara annars konar þrældómur. Du blitt slave av din egen frihet. Þú orðið þræll eigin frelsis. Frihet har kostet Jesus alt. Frelsið kostaði Jesu allt. Vi forvalter denne friheten. Og við vinnum með eða ávöxtum þetta frelsi. Dette gjør du veldig bra, Fanny. Fantastisk. Ingen applaus? Så bra. Dette et ord som Fanny lette etter på islandsk. Hva betyr forbehold på islandsk? Þetta orð sem búið að snara hér yfir á íslensku og þetta fyrirvarar. Det betyr at man tar forbehold, og alle som gjør avtaler passer på at de legger inn forbehold i avtalen. Allir sem að gera samninga, þeir gæta þess að setja inn fyrirvara í samningana. Alle som skal kjøpe eller selge, gjøre kontrakt, setter inn vi tar forbehold om. Allir sem kaupa eða selja, þeir gera samning og þeir setja inn vi gerum fyrirvara Norsk et lite språk. Norska lítið tungumál. Men når jeg skriver inn på Google med forbehold om, en þegar ég skrifa inn á Google með fyrirvara får jeg 20 millioner respons. Fæ ég 20 milljónir svara. Folk har oppdaget at det går an å ta forbehold. Vegna þess að fólk búið uppgöta að það hægt að gera fyrirvara. Jeg har ikke lest alle 20 millioner. Ég ekki búin að lesa all þessi 20 atriði. Men det som går igjen. En það sem kemur aftur og aftur í þessum 20 miljón atriðum. Vi tar forbehold om produktendringer. Að við gerum fyrirvara að vara breytist. Vi tar forbehold om prisendringer. Við gerum fyrirvara verðbreytingar. Og den som aller best. Og það sem allra best. Det vi tar forbehold om endringer.
að við gerum fyrirvara breytingar. Den fantastisk. Það stórkostlegt. For alt endrer seg hele tiden. Vegna þess að allt breytist stöðulega. Så har du tatt forbehold om endringer. Þannig að hafið þú gert fyrirvara breytingar. Har du alltid en utvei av avtalen. Að þá getur þú alltaf komið þér út úr samningnum. Og noe av det som går igjen i Norge, og kanskje Island, det at vi tar forbehold om været. Og eitt af því sem að gerist bæði í Noregi og eflaust á Íslandi líka að við gerum fyrirvara veðrið. Det kan man jo ikke gjøre i Afrika. Der det sol i 7 måneder. Það getur maður ekki gert það þarf maður ekki að gera í Afriku, þar sól í 7 mánuði. Men på Island og i Norge så det sol på morgenen, og så det regn på middag, og så det snø på ettermiddag. En í Noregi og Íslandi getur verið sól morgunin, rigning eftir hádegi og seint daginn getur verið komin snjór. Så vi spesialister på å ta forbehold om været. Þannig að við erum sérfræðingar í að gera fyrirvara veður. Man kan for eksempel si, hvis man bor i Bergen, at jeg orker ikke mer, jeg drar til Syden, og jeg blir borte til den 19. Búið maður til dæmis í Bergen, þá getur maður gert fyrirvara vegna veðurs og sagt vegna slæms veður í Bergen, þá fer ég suður á bóginn og ég kem aftur þann 19. Jeg vil ikke si hvilken måned jeg kommer hjem. Ég ætla ekki að segja í hvaða mánuði ég kem heim. Men jeg kommer den 19. En það verður þann 19. Ja. Jeg tar forbehold mot dårlig vær. Ég gerir fyrirvara vegna slæms veðurs. Og hvem vil holde butikken åpent når det pent vær? Og hver vill hafa búðina opna þegar veðrið gott? Nei, da det pent vær, så stenger vi. Ef veðrið gott, þá lokum við. Og jeg har vært pastor i 40 år. Ég hef verið forstöðumaður í 40 ár. Og jeg har tenkt, hva et godt gudstjenestevær? Og ég hef hugsað, þetta gott guðstjónustuveður? For det for dårlig? Sé það of slæmt? Må vi være hjemme? Þá verðum við að vera heima. Og hvis det for pent? Og ef það of gott? Så må vi være ute. Þá verðum við að vera úti. Det betyr at det burde stå på gudstjeneste og kirkerommet. Þannig að það ætti að standa fyrir utan salin. Det gudstjeneste søndag 11. Það guðstjónustu á sunnudaginn klukkan 11. Men vi tar forbehold om været. En við gerum fyrirvara veður. Kanskje vi kunne være kristne med forbehold. Kanskje getur við verið kristin með fyrirvörum. Kanskje vi kunne ha en lapp på maven hvor det står jeg kristen med værforbehold. Ég get kannski haft svona miða framan á mér, ég kristin en með fyrirvara veðrið. Hvis det ikke for stygt og ikke for pent, så kan jeg komme. Ef það ekki of slæmt og ekki of gott, þá kem ég. Vår frihet frelsi okkar blitt en raritet. Orðið skrítið. Vi står i fare for å bli slaver av vår egen frihet. Við erum orðin þrælar eigin frelsis. Dere søsken kalt til frihet. Bræður og systur, þið voru kölluð til að vera frjáls. Misnotið ekki frelsið í þágu eigin ginda, heldur þjónið hvert öðru í kærleika. Amen. Jeg har tenkt at jeg kunne ha vært journalist og intervjuet Jesus Kristus uken før påske. Intervjuet. Jeg kunne tenkt at jeg hadde vært journalist. Ég hefði getað hugsað mér að vera blaðamaður. I Jerusalem Post. Já, hjá Jerusalem Post. Og intervjuet Jesus Kristus. Og intervjuet. Já, og tekið viðtal við Jesu vikuna fyrir páska. En uke før påske. Viku fyrir páska. Og jeg hadde spurt Jesus, det sant at du verdens frelser? Og þá hefði ég spurt Jesu, það rétt að þú sért frelsari heimsins? At du bærer våre synder? Að þú berir syndir okkar? Og at du skal dø for våre synder? Og að þú ætlir að deyja fyrir syndir okkar? Og Jesus ser på meg? Og Jesus myndi hafa litið á mig? Og sier, og hann hefði sagt, jeg har tenkt det, men jeg tar forbehold. Ég hef hugsað það, en ég gerir fyrirvara. Det kommer an på hva de politiske myndighetene sier. Það fer eftir því hvað politísku og stjórnmálamennirnir segja. Det kommer an på hva de religiøse lederne gjør. Og hinnir trúarlegu leiðtogar gera og segja. Det kommer jo an på hva mine venner, disiplene, finner på. Og það fer líka eftir því hvað vinir mínir, lærisveinarnir, taka upp á að gera. Og jeg har lest værmeldingen for langfredag. Og ég búin að líta svona veðurspána fyrir föstudaginn langa. Og det kan bli dårlig vær. Og það gæti orðið slemt veður. Jeg har tenkt å være verdens frelser. Ég hef hugsað að vera frelsari heimsins. Men jeg tar forbehold. En ég ger ákveðna fyrirvara. Det ikke sikkert. Það ekki alveg víst. Da jeg glad for å vite. Þá ég gladur yfir því.
at jeg har en frelser að vita að ég á frelsara som har sagt sem sagt hefur at uavhengig av hva politiske ledere gjør, og hva religiøse ledere finner på, og hva mine disippelvenner måtte gjøre, så har jeg bestemt meg. frelsara sem að segir að óháð því hvað leiðtogarnir innan kirkjunar eða í pólitíkinni segja eða hvað vinirnir finna upp á. Jesus var ikke slave av sin frihet. Að þá ætlar hann að vera frelsari. Hann var ekki þræll frelsi síns. Men han brukte sin frihet. Heldur notaði frelsi sitt. Til å gi oss vår frihet ved å dø for våre synder. Til að gefa okkur frelsi okkar við að deyja fyrir syndur okkar. Hver gang vi feirer nadvær, hvert sinn sem að við brjótum brauðið, så er det basert på at Jesus sier, þá byggir það á því að Jesus segir, ingen tar mitt liv. Enginn getur tekið líf mitt. Men jeg gir det frivillig. En ég gef það fús. Det betyr, og det er noe fantastisk selvbevisst over Jesus. Og það er så stórkostleg svona sjálfsöryggi í Jesu. De kunne ikke fange han. Þeir gátu ekki handtekið hann. Men han overga seg. Heldur gaf hann sig í hendur þeirra. Ingen kunne ta hans liv. Það gat enginn tekið líf hans. Men ingen kunne hindre han i å gi det. En það gat heldur enginn hindrað hann í að gefa líf sitt. Hver gang vi feirer nadvær, í hvert sinn sem að við brjótum brauðið, så sier Jesus til oss, þá segir Jesus við okkur, dette er mitt legeme. Þetta er minn líkami. Han sier, dette er mitt blod. Og þetta er mitt blóð. Og det er noe selvbevisst over det. Og það er eitthvað svona sjálfsöryggi í þessu. Og det er som om han oppmuntrer oss til å være selvbevisste om hva vi har og hvem vi er. Og það hvetur okkur til að vera örugg það hver við erum og hvað við eigum. Ikke la noen ta ditt liv. Láttu ekki neitt taka þitt líf. Ikke la noen ta din tid. Eða taka tíma þinn. Ikke la noen ta ditt hjerte. Láttu engan taka hjarta þitt. Ikke la noen ta dine penger. Ikke la noen ta dine talenter. Láttu engan taka féð þitt eða hæfileika þína. Men la heller ingen hindre deg i å gi det frivillig. En láttu heldur engan hindra því að gefa það fúsum og frjálsum vilja. Derfor sier Jesus, det er mitt legeme, det er mitt blod. Þess vegna segir Jesus, þetta er líkami minn, þetta er blóð mitt. Men han sier, jeg gir det til dere. Og ég gef það til ykkar. Og jeg gir det til deg. Og ég gef þér það. Han var ikke slave av sin frihet. Han var ekki þræll síns eigin frelsis. Men han kjøpte oss fri. En hann keypti okkur og gerði okkur frjáls. Halleluja. 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 Det siste ordet er forpliktelse. Síðasta orðið er skuldbinding. Skuldbinding, et fantastisk ord. Stórkostlegt orð. Og alle som vil verne om sin frihet, og allir sem vilja standa vörð frelsi sitt, de frykter forpliktelse. Við óttumst skuldbindingu. Og de velger forbehold. Og þeir velja að gera fyrirvara. Men spørsmålet er, en spurningin er þessi, om friheten ligger i forpliktelsen. Hvort að frelsið felst í skuldbindingunni. At den eneste måten å ikke bli slave av sin frihet, að eina leiðin til að verða ekki þræll frelsi síns, er å forplikte seg av kjærlighet. Er að vera skuldbundin í kærleika. Dette er min kone og meg. Þetta er konan mín og ég. Og vi satt hatt på den ene, sånn at folk skulle se forskjell. Og við letum annað okkar hafa hatt til þess að fólk myndi sjá muna okkur. Eða þekki okkur í sundur. Det er meg til høyre. Já, það er semst hann sem er þarna hægra megin. Ekki með hattinn. Ja. Det er 11. januar 1975. Þetta er 11. januar 1975. Om vi lever til januar, så har vi vært gift i 40 år. Og lifum við fram í næsta janúar, þá höfum við verið gift í 40 år. Der hadde vi vært kjærester i 5 år. Og þarna höfum við verið kærustupar í 5 ár. Og vi sto foran presten. Og við stóðum fyrir framann prestin. Og presten spurte meg. Og presturinn spurði mig. Så spør jeg deg, Egil Svartdal. Og nú spyr ég þig, Egil Svartdal. Vil du ha Turi som står hos deg til din hustru? Vilt þú taka Turi sem hjá þér stendur sem eiginkonu þína? Vil du leve med han etter Guds hellige ord? Vilt du lifa með henni eftir heilu orði Guds? Vil du elske og ære henne? Elska hana og virða? Og bli trofast hos henne i gode og onde dager? Og vera trofastur henni á góðum og slæmum dögum? Inntil døden skiller dere? Þar til dauðin aðskilur.
Da spurte jeg presten. Og ég spurði prestinn, Hvorfor spør du meg først? af hverju ertu að spyrja mig fyrst? Skal jeg si ja? Á ég að segja já, Hvis kanskje hun sier nei? ef hún segir kannski nei. Jeg vil høre hva hun sier først. Ég vil fyrst heyra hvað hún segir. Den dagen Á þessum degi ga jeg min frihet lét ég frelsi mitt af hendi til henne jeg elsket. til hennar sem ég elska. Og jeg sier med ydmykhet Og ég segi í auðmýkt at livet har gjort det mulig for oss å leve sammen. að lífið hefur gert okkur mögulegt að lifa saman. Men den dagen En á þessum degi tok ingen min frihet. tók engin frelsi mitt. Men min kjærlighet gjorde at jeg ga den. En af kærleika mínum að þá gaf ég frelsi mitt. Frivillig. Fús og frjáls. Det betyr at jeg er fri. Það þýðir að ég er frjáls. Jeg slipper å gå på gudstjeneste og tenke, kanskje det er en kjæreste her. Ég þarf ekkert að fara á samkomu og hugsa, kannski er einhver kærasta hérna. Det er jo fantastisk, jeg har allerede funnet en. Það er alveg stórkostlegt, ég er búin að finna hana. Så jeg behøver ikke flere. Og ég þarf ekkert fleiri. Det er en fantastisk frihet. Það er yndislegt frelsi. I forpliktelsen. Í skuldbindingunni. For den er ikke gjort av plikt. Vegna þess að þetta er ekki gert af Men den er nauðung, gjort av kjærlighet. heldur í kærleika. Da vi hadde vært gift i 2,5 år, Og þegar við höfum verið gift í 2,5 ár, kommer en gammel dame til min mor komur gömul kona til móður minnar og sier at det var veldig synd at Turi og Egil ikke kunne få barn. og sagði að það veri ósköp sorglegt að Turil og Egil gætu gegnast barn. Det visste ikke vi noe om. Við vissum ekkert það. Men gamle damer i menigheter vet alt. En gamlar konur í sæfnuðum, þær vita allt. Så hun sier til min mor, Þannig að hún sagði við móður mína, jeg ber for dem hver dag at de må få barn. ég bið fyrir því á hverjum degi að þau eignist barn. Og mor fortalte meg det med glimt i øyet. Og mamma sagði mér þetta með svona, svona blik í auganu. Og litt irritasjon over denne pågående omsorgen. Og svo litið pirruð yfir þessi svona áleitnu umhyggju. Som fulgte oss inn i soverommet hver dag. Sem leiddi okkur inn í svefnherbergi á hverjum degi. Takk fyrir. Så når vi hadde fått våre 5 første barn, Þannig að þegar við vorum búin að eignast fyrstu 5 börnin okkar under 8 år, á 8 árum, begynte jeg å be. þá byrjaði ég að biðja. Og av og til får man mer enn det man ber om. Og á og til þá fær maður jafnvel umfram það sem maður biður Så Gud hentet vår søster hjem. Þannig að Guð hann sótti systur okkar og tók hana heim til sín. Så det ble med de 5. Þannig að þetta með 5 börnin, það var látið nægja. Og for hvert barn Og með hverju barni ga jeg mer frihet. gaf ég meira og meira af frelsi mínu. Og jeg ga mer av mine penger. Og meira af peningunum mínum. I Norge koster det 1,3 millioner norske kroner og fostre et barn fra 0 til 18 år. Í Noregi þá kostar það 1,3 milljónir norskra króna að ala barnu frá fæðingu uppi til 18 ára aldurs. Cirka 26 islandske Það millioner. bil 26 íslenskar milljónir. Noen skylder meg 125 millioner svenske kroner. Það einhver sem skulda mér 125 milljónir íslenskara króna. Islandske kroner. Det noe rart at min økonomi ødelagt? Eitthvað skrítið að fjármálin hjá mér séu í rúst? Hvorfor får vi barn? Af hverju eignust við börn? Hvorfor får vi ektefelle? Af hverju eignust við maka? For i friheten, i kjærligheten, vegna þess að í kærleikanum og forpliktelsen og skuldbindingunni ligger friheten. Felst frelsið. Fordi den har fulgt hjertet. Vegna þess að hann með yfirflæðandi hjarta. Og du har plassert friheten der hvor du vil at den skal brukes. Og þú hefur staðsett frelsið þitt þar sem að þú vilt að það notis, eða sé sånn notað. at du ikke blir slave av din egen frihet. Þannig að þú verðir ekki þræll eigin frelsis. Men tjener i kjærlighet. Heldur þjónir í kærleika. Dette min svigersønn. En av mine svigersønn. Þetta einn af tengdasonum mínum. Ja. Han offiser i den norske hær. Hann herforingi í norska hernum.
Han har gjort tjeneste I Afghanistan. Og hann hefur þjónað meðal annars í Afganistan. Han har gjort tjeneste I Adenbukta for å jakte pirater utenfor Somaliakysten. Og hann hefur verið að eldast við sjóræningja fyrir utan Sómalíu, strendur Sómalíu. Og det soldater som skal gjøre tjeneste ute gjør før de reiser. Og það sem að hermenn sem ætla að þjóna utan Noregs, að þeir þurfa áður en þeir fara. De skriver et brev til sine nære og kjære. Þeir skrifa bref til nákomina ættingja, sína nánustu. Legger det I en lukket konvolutt som en siste hilsen. Og leggja það I lokað umslag sem svona síðustu kveðju. Og leverer det til feltpresten. Og þeir láta herprestin fá þetta bref. Sånn at han kan ta vare på det. Þannig að hann geti gætt þess. Og vise dem hvis noe hender. Og sínt ættingjunum það ef eitthvað gerist. I Norge det sosialt og politisk akseptert. I Noregi það félagslega, þjóðfélagslega og politískt viðurkennt. At unge menn. Að ungir menn. Som til og med gift. Sem jafnvel eru kvæntir og eiga börn. Frivillig. Að frjálsum vilja. Kan velge å gjøre tjeneste. Geta valið að fara I þjónustu, herrþjónustu. Med fare for eget liv. Og stemt lífi sínu I hættu. For å prøve å gi andre den friheten de mangler. Til þess að reyna að gefa öðrum það frelsi sem þeir þurfa á að halda. Eða skortir. Det koster noe for barn når far reiser. Það kostar börnin eitthvað þegar pappi fer I burtu. Det innebærer risiko. Það felst I þessu áhætta. Men gleden jo stor når pappa kommer hjem. En gleden líka mikil þegar pappi Og kemur han har heim. overlevd. Og hann lifir af, hefur lifað af. Og kanskje noen har fått sin frihet. Og kannski hafa einhverjir hlotið frelsi sitt. Første pinsedag. Á hvítasunnudag, fyrsta hvítasunnudag. Går Helge inn som pastor. Stígur Helgi inn sem forstöðumaður. Sammen med sin familie. Og með fjölskyldu sinni. Det tvang? Þetta nauðung? Det krav? Þetta krafa? Det frivillig? Eða þetta af fúsum og frjálsum vilja? Du sikker? Ertu viss? For et ja. Fyrir já. Kan koste deg og din familie veldig mye. Vegna þess að já við þessari spurningu getur kostað hann og fjölskyldu hans mjög Det mikið. betyr at du mange søndager, mange høytider, ikke kan tenke, hva skal jeg gjøre I dag? Þetta þýðir að marga sunnudaga og hátíðisdaga getur þú ekki hugsað hvað á ég að gera í dag. Du vet hva du må gjøre I dag. Þú veist hvað þú þarft að gera í dag. Det kveld. Það kvöld. Det helg. Það helgi. Det høytid. Það hátíð. Men noen vet hva de skal. En sumir vita hvað þeir þurfa að gera. Og det betyr jo at vi kjemper for at andre skal få den friheten vi har fått. Og þetta þýðir í raun að við erum að berjast fyrir því að aðrir fái það frelsi sem við eigum. Livet. Og for noen kan det koste livet. Og suma getur það kostað lífið. Alle skal jo ikke inn I den norske her. Það þurfa ekki allir að fara í herþjónustu í Noregi. Man kan gå inn I frelsesarmeen. Maður getur líka verið í hjálpræðishernum. Men det det jo nesten ingen som gjør. En það gera næstum því engir. På offiserskolen de siste årene har det nesten ikke gått offiserer I den norske offiserskolen. Det har gått 3 og 4 mennesker, og de fleste over 50 år. Flestir sem hafa, hos frelsningsarmeen. Ja. Í hjálpræðishernum undanfarin ár hafa verið örfáir sem hafa sótt menntun og verið í herforingjaskólanum. Og ansvarlig ble spurt, hvorfor? Og það spurt, hvers vegna þetta? Da sier hun, det kan ha noe med beordringssystemet å gjøre. Og svo sem ábyrg þarna innan hjálpræðishersins, hún segir það gæti verið vegna þess að menn eru skipaðir á ákveðna staði. At noen andre enn deg selv einhver annar en þú sier hva du skal gjøre og hvor du skal gjøre det. Segir hvað þú átt að gera og hvar þú átt að þjóna. Og så sier hun, og det kan hende at det har noe med lønnssystemet å gjøre. Og så líka mögulegt að það hafi eitthvað með launakerfið að gera. At alle får lik lønn uansett grad. Að það fá allir sömu laun óháð því hvaða stöðu þeir hafa. Det ingen karrierevei. Þetta ekki leið til svona að gera starfsframa. Men for 2 år siden En fyrir 2 árum startet 15 unge offiserer byrjuðu 15 ungir herforingjar på offiserskolen. Á í herforingjaskólanum. For det ser ut som om unge mennesker Men það lítur þannig út að ungt begynner å fólk forstå
sé byrjað að skilja At de ikke vil være slaver under sin frihet, að það vilji ekki vera þrælar eigin frelsis, men at de vil forvalte sin frihet heldur vilji nýta frelsi sitt gjennom en dyp forpliktelse með því að gera djúpa og skuldbindingu overgivelse, og gefa líf sitt for at andre skal få den friheten Gud har gitt oss. til þess að aðrir geta öðlast það frelsi sem þeir hafa fengið. Eller man kan gjøre som bror Håvard. Eða hægt að gera eins og þessi bróðir. Du vet, de katolske prestene og biskopene, de ligger på gulvet når de skal innvies med armene frem. Katólskir prestar, þeir liggja á gólfinu með handleggina svona fram þegar það á að víga þá til þjónustu. Det skal symbolisere at de skal lage en vei inn i Guds rike. Og það tákmynd upp á það að þeir eigi svona að brjóta veg inn í Guðs ríki eða leggja veg inn í Guðs ríki. Munkene ligger med armene i kors og danner et kors. Munkarnir liggja með handleggina svona í kross, mynda kross. Her har bror Håvard gitt de 3 store løftene. Hérna hefur Húvar gefið 3 stór loforð. Sølibat, að lifa skýrlífi, lydighet hlýðni og fattigdom. Og fátækt. Vi kjenner jo til mennesker som legger seg flate når de ikke har noen annen utvei. Við þekkjum jo fólk sem að leggst niður og liggur flatt þegar það hefur engan útleið. Politikere gjør gjerne det. Stjórnmálamenn gera þetta gjarnan. Det det siste de gjør. Það það síðasta sem þeir gera. For bror Håvard alle dører fortsatt åpne. En fyrir þennan bróður eru allar dyr enn opnar. Men han har valgt å gi sin frihet. En hann hefur valið að gefa frelsi sitt. I håp om at andre skal få den. Í vonum að aðrir munu öðlast frelsi. Jeg vet ikke hva dette innebærer for deg. Ég veit ekki hvað þetta þýðir fyrir þig. Men det står i Bibelen. En í Biblíunni stendur at den som var slave da Herren kalte ham, því að sá sem var þræll drottinn kallaði hann, Herrens frigitte. Frelsingi drottins. Jeg tenker at vi blitt frigjorte slaver. Ég lít svo á að við séum orðin frjálsir þrælar. Og at denne friheten skal prege vårt liv. Og að þetta frelsi eigi að einkenna líf okkar. Vi kan takke Gud for at vi har en korsmerket kalender. Við getum þakka Guði fyrir það að á dagatali okkar krossmerki, krosstákn. Søndag ikke bare en fridag. Sunnudagur ekki aðeins frídagur. Men søndag en hellig dag. Heldur heilagur dagur. Du vet hva du skal gjøre når det søndag. Þú veist hvað þú átt að gera þegar það sunnudagur. Enten det stygt vær. Hvort sem það slæmt veður. Eller det pent vær. Eða gott veður. For du ingen kristen med værforbehold. Þú ert ekki kristinn sem gerir fyrirvara veður. Du har en korsmerket kalender. Heldur ertu með krosstáknið í dagatalinu þínu. Du har en korsmerket konto. Og krosstákn á reikningnum þínum. Det betyr at du på forhånd har bestemt deg for. Og það þýðir að þú ert þegar búin að ákveða. At du vil i frihet binde deg til å gi. Að þú viljir í frelsi skuldbinda þig til að gefa. For du ikke slave av din frihet. Að því þú ert ekki þræll frelsisins. Men du tar vare på den. Heldur gætir frelsisins. Ved å merke dine penger med et kors. Og merkir peningana þína með krossi. Fordi du vil leve et korsmerket liv. Að því þú vilt lifa krossmertu lífi. At han har preget deg ved å gi deg og meg sin frihet. Að hann hefur sett mark sitt á þig og mig með því að gefa okkur frelsi. Og at vi frivillig av kjærlighet. Og að við frjáls og í kærleika. Løfter opp og bærer vårt kors. Lyftum og berum okkar kross. For å gi andre sin frihet. Til að gefa öðrum frelsi. Amen. Amen. Det var det jeg hadde på hjertet. Þetta lá mér á hjarta. Jeg ikke på Facebook. Ég ekki á Facebook. Det min kone. En konan mín á Facebook. Hun holder meg orientert om andres synder. Og hún leifir mér að vita og segir mér frá syndum annara. På Facebook kommer det mange invitasjoner. Á Facebook koma margar svona beiðnir, vinabeiðnir. Til alt mulig fint av gode venner. Og boðum að gera allt mögulegt frá góðum vinum. Og du har 3 valg. Og þú hefur 3 valkosti. Og det ene at du kan si nei. Þú getur sagt nei. Det det veldig få som gjør. Og fáir gera það. De syns det så negativt. Þeim finnst að vera svona neikvætt. De syns det så avvisende. Svona það fel í sér höfnun. Men lær deg til å være tydelig. Si nei. En lærðu að vera skýr. Segðu nei. Jeg kommer ikke. Ég kem ekki. Jeg kan ikke. Ég get það ekki. Jeg vil ikke. Ég vil það ekki.
Det ditt liv. Þetta þitt líf, Det din tid. eða mitt líf og Det minn tími dine krefter. og Det dine dager. og Si þínir nei. dagar. Segðu nei Vær tydelig. og verðu skýr. Eller si ja. Eða segðu já. Jeg kommer. Ég kem, Du kan regne med meg. þú getur reiknað með mér. Jeg stiller uten forbehold. Ég segi já án fyrirvara. Uansett hva som på TV. Alveg sama hvað í sjónvarpinu. Uansett hvor fint vær det og hvem som spiller kamp. Eða hvernig veðrið og hverjir að spila í boltanum. Ja, jeg kommer. Ég kem. Regn med meg. Reiknaði með mér. Det finnes noen sånne folk i denne kirka. Það svoleiðis fólk í þessari kirkju. Jeg møtte dem i går på en ledersamling. Ég hitti þetta fólk í gær á leiðtogafundi. Mennesker som sier, jeg kommer til søndagsskolen. Fólk sem segir, já, ég kem á sunnudaginn. Jeg med i lovsangstime. Ég með í lovgjörðahópnum. Jeg behøver ikke sjekke værmeldingen. Ég þarf ekkert að tjekka á hvernig Jeg veðurspáin behøver ikke å sjekke TV-programmet. og ég þarf ekki að gá hvað í sjónvarpinu. Jeg kommer. Ég kem. Regn med meg. Reiknaði með mér. De lærer seg å si nei. Við þurfum að læra að segja nei Og de lærer seg å si ja. og þetta fólk búið að læra að segja já. Men 80% av de som blir invitert på Facebook En 80% af þeim sem fá svona boð á Facebook sier maybe. Þau segja kannski. Kanskje. Maybe. Kannski. Men nesten ingen av de som sier kanskje kommer. En næstum enginn þeirra sem að segja kannski koma. Men det høres litt positivt ut. En þetta svona lítur jákvæðara út. Man vil gjerne gi andre mennesker et håp. Man vil gjerna gefa öðrum svona von. Men ingen kan regne med noen som sier maybe. En það ekki þetta að reikna með neinum sem segir kannski. Hør hva jeg sier. Hlustið á hvað ég segi. Ikke noe viktig. Ekkert mikilvægt. Noe sted. Nokkur staðar. Noen tid. Á nokkrum tíma. Blitt bygget av mennesker. Hefur verið reist upp af fólki. Som sier kanskje. Sem segir kannski. Det blitt bygget av mennesker. Heldur það byggt og reist upp af fólki. Som vet når de skal si nei. Sem veit hvenar það á að segja nei. Og som vet når de skal si ja. Og veit hvenar það á að segja já. For de vet at de frie mennesker. Vegna þess að það veit að það frjálst fólk sem tekur frjálsar ákvarðanir. Og som bundet av kjærlighet. Og eru skuldbundin í kærleika. Og som ikke slaver av sin frihet. Og ekki þrælar eigin frelsis. Skal vi be sammen? Við skulum biðja saman. Hvis jeg skulle gjøre nå akkurat det jeg har mest lyst til. Ef ég ætti að gera það sem að mig langar mest til að gera. Problemet at jeg ikke spurt Vörður før møtet. Vandinn sá að ég spurði ekki Vörð fyrir samkomu. Så vil jeg rett og slett om Vörður og Helgi står her. Þá myndi ég vilja beða Vörð og Helga að standa hér. Jeg vet ikke om dere bruker å salve folk. Ég veit ekki hvort þið eru vön að smyrja fólk. Kan dere salve mennesker med et korsmerke? Getið þið smurt fólk með krosstákni? Kan du som kjenner? Getur þú sem upplifir? At du vil si ja. Að þú vil segja já. Og at i dette ja finnes det en hel del nei. Og að í þessu jái felist einnig mörg nei. Og som tenker at det kunne vært fint med en bekreftelse. Og sem finnst að það gæti verið gott að fá staðfestingu. At Jesus har merket din frihet med et kors. Að Jesus hefur veitt frelsi þínu krosstákn. Og at du vil forvalte din frihet. Og að þú munir höndla frelsið þitt. I kjærlighet. Í kærleika. Kanskje du her denne formiddagen. Kanski í dag. Som vil gi ditt liv til Jesus for første gang. Kanski ertu hér og þú vilt gefa líf þitt Jesu í fyrsta sinn. Men som også her. En þú getur einnig verið hér. Som trenger å gi deg igjen og til Jesus. Þurft á því að halda að gefast Jesu aftur. Fornye din avtale. Endurnýja sáttmálan þinn. Sette strek over noen forbehold. Og strika yfir einhverja fyrirvara. Og si, kjære Jesus. Og segja, kæri Jesu. Jeg vil bruke min frihet. Ég vil nota frelsi mitt. I kjærlighet. Í kærleika. Og gi meg i forpliktelse. Og skuldbinda mig. Skal vi reise oss? Við skulum standa upp. Så kan jeg si at under lovsangen og overgivelse.
að undir lofgjörðinni og þegar við erum að gefast Guði í lofgjörð, kan du bare komme til Helgi og Vörður, getið þið stigið fram hingað og komið til Helga og Varðar, stille deg foran dem og gjerne være med hvis du kan, Ester. Det er ingen lang sjelesorg. þetta ekki langt sálgæsluviðtal Det er ingen stor forbønn. eða mikil fyrirbæn. Det er kanskje en velsignelse, en bekreftelse. Þetta blessun og svona staðfesting I Faderens, í föðurins, I Sønnens sonarins og den hellige ånds navn. og nafni heilags anda. Vi valgte å ikke ha nadvær I dag, Við ákvaðum að vera ekki með brauðsbrotningu í dag, hvor du kunne kommet og fått. þar sem að þú hefði getað komið og tekið á móti, Nå kan du heller komme og gi. en nú getur þú komið og gefið. Og du kan gi deg selv til Gefið Jesus. sjálfan þig Jésu. For første gang eller på nytt. Í fyrsta sinn eða endurnýjað. Så bare går vi fram, og så går vi tilbake, og så priser vi Jesus Kristus. Þannig að við bara komum hingað fram og svo stígum við aftur í sætin okkar og lofum Guð saman. Kom I Jesu navn. Gjör þið svo vel að koma fram Hvis dere sprer det. í Jésu nafni. Kan være med to. Ja. Det kommer to. Ja. To, det kan du si. Já, þið megi bara mjög gjarnan koma í 2 röðum. Hérna, 2 raðir, gjörið þið svo vel. Þeir sem vilja koma fram og gefa Jésu líf sitt eða endurnýja sáttmála með Jésu.
Halleluja. Amen. Takk Jesus, takk Jesus. Halleluja. Það hefur verið yndisleg stund, áskorun fyrir okkur öll að vera ákveðin, gefa Jesú allt, segja já við hann, leyfa honum að vera miðpunktur í líf okkar. Ég afar þakkláttur fyrir Egil, fyrir vináttuna hans, fyrir þjónustuna hans, fyrir hvað hann hefur verið í gegnum árin, heill fyrir Guð og bara vilja þjóna honum með lífi sínu og með öllum sínum talentum. Egil mjög eftirsóttur predikar á öllum stórmótum, ekki bara í Noregi, heldur víða í Skandinavíu. Og svo þakkláttur fyrir það sem hann hefur fært hingað til okkar, að taka stöðu okkar og hvetja okkur til að taka stöðu okkar hvert og einn. Og það mín áskorun áfram að vera heill fyrir Jesú. Heill fyrir Jesú í öllu sem þú gerir. Ekki bara á samkomunum, heldur í daglega lífinu. Í vinnunni þinni, í strætó, hvað sem þú ert, í versluninni, hvað sem þú ert að gera. Vera heill fyrir Jesú. Leyfa honum að endur spegla, að lífið þitt fá að endur spegla Jesú. Svo takk fyrir samverðinu í dag, þeir sem hafi komið hér fram, þeir sem hafi tekið ákvörðun að leyfa Jesú að endurnýja ykkur og bara byrja á nýtt sambandi við Jesú. Þeir sem eru heima, Drottinn blessi ykkur, styðji ykkur, veri með ykkur og segiði já við því sem Guðs Þetta Drottinn blessi ykkur öll. Endur sangum núna, syngjum einn kór, kaffi hér niður á eftir, en takk fyrir samveruna og vormótin okkar, því slítið með þessari samkomu, reynda samkomu í dag klukkan 2, Alþjóðakirkjan, samkomu í kvöld sem Helgi sér og bara spennandi hlutir. Svo Drottinn blessi ykkur all. Amen. Bara minna foreldra á að ná í börnin sín, mæður að ná í, feður að ná í börnin sín. Þetta mæðradagurinn. Við ætlum að syngja ykkur niður í kaffisalinn og minna ykkur að telja saman öll táknin sem að Guð hefur gefið ykkur í gegnum tíðina. Síðasta samkoman með þessu sinni, frábært orð frá Egil Svartdal og ég hvet þig til þess að taka þessi orð til þín. Fylgdu Jesú án fyrirvara. Fylgdu honum af öllu hjarta, fylgdu honum alla leið. Það hans áætlun fyrir þitt líf og það þér fyrir bestu. Og mér langar til þess að enda á því að biðja fyrir þér. Drottinn, ég þakka þér fyrir þá sem hafa verið að fylgjast með okkur á þessari samkomu.
Ég bið þig, Drottinn minn, að þú mætir þörfum þeirra, þú læknir þá sem þurfa lækningar við, þú frelsir þá sem þurfa á frelsi og lausn að halda. Og ég bið Jesús fyrir þeim sem hafa verið haltrandi til beggja hliða, hjálpaðu þeim að taka stöðu sína og hjálpaðu þeim að fylgja þér heilshugar á hverjum degi, alla leiðina heim til þín. Í Jesú nafni. Amen. Ég minni á heimasíðun okkar philadelphia.is, þar má finna dagskrá vikunar og síðan hvet ég þig til þess að fylgja okkur eftir næsta sunnudag klukkan 11, en best væri ef þú kæmir í kirkjuna og værir með okkur. Vertu innilega velkomin og við þökkum fyrir í dag og kveðjum frá Philadelphia.